Herra Dóri, fá hérna Skagamenn heim, tapið 4-1, svona, hvernig lítur að líða illa? Já, það er alltaf leiðið með pappa, held að það sé eðli allra sem er í þessum leik, þannig já, það er bara ömurlegt. Hvað hérna, þessi leikur er í jafnvægi bara í fyrsta hálftíman og svo hérna skora Skagamenn 3 á 10. kafla í fyrri hálfleik, hvað gerist? Ég get ekki sett þessi jafnvægi, það er 1 lið á vellinum og við fáum fjölda færa til að komast yfir og mér leiði hrikalega vel með leikinn. Það sem gerist hérna, þeir fá langt innkast og horn og lyfta boltan til þessum tegin og skora úr báðum sem er sama uppskrift og FH-ingar. Byttu í síðasta leik og það er gríðarlegt ágefni og þá bara var þungur róður þetta framöndan. Verður að spyrja út í tvö atvikana í fyrri hálfleik þegar Ásgeir fer niður eða ekki, Ágúst já, hvernig sástu það? Sendur inn í marktegnum, var að sparka boltanum inn í marki og sparka hann niður. Ég held að það bara sjáu það allir sem voru í vellinum, nema 4 menn. Og svo hinum megin þegar Ómar fer niður, sástu það, var það vítaspyrna? Það gefur Valgeiri bara olnbogaskot og ég held að það sjáist líka ábyrgð í sjónvarpinu. Þess að ég ætla að fara að spyrja út í það, gefur olnbogaskot, hefði það breytt leiknum ef Ómar hefði fengið rautt? Já, sjálfsögðu, en ég ætla ekki að kalla þeirra menn sem var rautt spjald, en eins og það leit út, þá var þetta rautt spjald og það hefði gjörbreytt leiknum, já. Síðari hálfleikurinn Skagamenn voru frábærir í síðari hálfleik, hvernig fannst þér blikarnir í síðari hálfleik? Fannst þér frábærir Skagamenn í síðari hálfleik? Eftir að eru fleiri? Já, þetta voru fínir eftir að eru fleiri og með pressa á maður og mann einu færri, þannig að þetta komast þér í góða stöður, en fram að því voru við að reyna að banka á og reyna að koma leiknum í 3-2, en það var heldur erfitt eftir að rauðspjaldið kemur. En já, það kemur kafli eftir að við fáum rauðspjald þar sem að þeir fá aðra grúa dauðafæra, það er hárrétt og það er bara fylgifisku þess að við vorum alltaf leikinn færri. En við lifðum það af og náðum að banka svo sannarlega á í lokin og í staðinn, en svo skoraði þeir í lokin og kláraði þetta 4-1. 2 tapleikir í röð núna, er þetta eitthvað áhyggjuefni? Já, bara að hægir á stigasöfnun og það er áhyggjuefni, já. Framöndan risaleikur gegn Víking, þið þurfum bara að ná í sigur hérna þegar Víkingarnir fá Víking heimsókn? Já, ég ætlum alltaf að sigra hvernig næsta leik sem við förum í og tala ekki um þetta heimavelli, þannig að það verður engin breyting á því og við þurfum bara að koma mönnum á lappir. Það eru bara 2 dagar leikja hjá öllum liðum sem er mjög sérstökur ástöðum. Við spila 2 sinnum 8 daga með leiki í deildinni, en það er bara að gildi saman með öllum lið, þannig að við kannski kortum ekki því, en við þurfum bara koma mönnum á lappir núna og andlega og líkamlega og vera klárir á sunnudag. Höskuldur Gunnlaugs var í banni í dag, hversu mikilvægur er hann í hópnum? Hann er auðvitað bara mjög mikilvægur, en við spilaði hérna áður Ánans, spilaði með frábæran leikinn á móti Val það síðasta leik Ánans, þannig að það er, en hann er auðvitað mjög mikilvægur. Arnar Gauti fær 2 gul fyrir sturtu, hvernig fannst það? Takk.